Ég var að svona fylgjast aðeins með fréttunum. Ég tala við ykkur hér reyndar frá Kanada eins og þið sjálfsagt vitið, Alfons heiti ég Hannesson, og hérðan fylgist ég mikið með fréttunum af því sem að gerast á Íslandi. Ég svona les blöðin aðeins í gegnum internet og fyrir stuttu síðan þá sá ég það sem að var verið að meta svona ríkasta fólkið á Íslandi og þið sjálfsagt vitið þetta allt saman. Og ég tók eftir því að ríkasta fólkið þar núna var 6,5 milljarðar króna virði. Fólk metið svo mikið á því hvað þeir eiga, hvort þeir eiga stórt og mikið hús eða hvort þeir eiga flottan bíl eða hvað svo sem þeir eiga. Og þeir metnir svo mikið af þessum hlutum, jafnvel þó svo séu kannski bara bankinn sem á mestmegnið af þessu, á kannski 85% af þessu, en á nafninu það tilheyrir einhverjum manni og þar af leiðandi hann hátt upp hafinn og mikils metinn og mikils virði af því að á pappírunum á hann eitthvað svona undir sér. En fólk sem ekki á neitt svona, það lítils virði og lítils metið og eitt og annað þvíumlíkt. Og já, sumir eiga svona flotta báta og það reyndar ekki þeir sem eiga þetta, bankinn á þetta kannski 85%, en samt telja menn að þeir séu mjög ríkir og mikils virði vegna þessara báta. Og ég sá það líka daginn að Paul, ég man ekki almennilega hvað hans síðasta nafn mjög ríkur maður sem stofnaði fyrirtæki með Bill Gates, tölvufyrirtækið, og varð alveg geysilega ríkur af því og á þennan rosalega stóran og mikinn bát sem hann að lána Íslendingum til rannsókna, neðanjarðar rannsókna. Þetta meiri háttar bátur og hann þar af leiðandi talin vera mjög mikils virði, en fólk sem ekki á neitt eins og sagði áðan, þá það kannski álítið einskis virði og finnst að það sé einskis virði. Sérstaklega kannski núna eftir að hefur kannski glatað húsnæði og bíl og annað þvíumlíkt. En mér langar til þess að uppörfa þið svolítið á þessu, vegna þess að það sem Biblían segir hér, og ég ætla að lesa þetta í Sálmi 49, þar sem segir fólk sem ríkt, að þeir sem reiða sig á auðæfi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi, enginn maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt Guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra myndi verða of hátt. Með öðrum orðum að það alveg sama hversu mikinn pening þau eiga, að enginn peningur, jafnvel þó séu öll auðæfi heimsins, enginn peningur getur keypt eina sál fyrir Drottinn. Þannig að þó svo sért að tala Bill Gates sem talin vera með ríkustu mönnum, ef ekki ríkasti maðurinn í dag, hann ríkasti maður eitt árið og næsta árið næst ríkastur og svo þriðja árið ríkastur og svo kolli, en hans þó svo ef hann myndi deyja í dag með allan hennan auðæfi, þá getur það ekki keypt hans sál. Það getur engin peningur, þó sé allur peningur heimsins samanlagður, hann getur ekki keypt eina sál fyrir Drottinn. Þannig að í sjálfum sér peningurinn lítils virði hvað það varðar. En það þýðir það að þín sál, hlustandi góður, það mikils virði að enginn, þó að allir peningar heimsins setti saman, gætu ekki keypt þig. Þú ert svo mikils virði. En það eitt sem getur keypt þig og hefur keypt þig ef þú hefur tekið afstöðu með Jesú Kristi, og það Jesús. Það segir það að sá sem ekki þekkti synd var gerður að synd þín vegna, til þess að þú yrði gerður að réttlætingu Guðs. Takk eftir því, ekki réttlætingu mannanna, heldur réttlætingu Guðs. Það eru tvær mismunandi réttlætingar sem að ræða. Fólkið með réttlætingu sem segir að nema þú gerir þetta og þetta og þetta og þetta og þetta, hagið svona og eitt og annað þvíumlíkt, þá ertu ekki réttlátur og getur ekki orðið réttlátur. En Drottinn segir réttlæting Guðs sú að fyrir Jesú Krist hefur þú verið gerður réttlátur eða réttlát. Ef þú hefur tekið afstöðu með Jesú Kristi,
hefur þú verið gerð eða gerður að réttlætingu Guðs. Og það svolítið athyglisvert. Það til dæmis eins og við vitum það að Jesús var sonur Guðs og þar af leiðandi réttlátur maður. Þegar hann var hér á jörðu þá syngaði hann ekki. Hann syngaði aldrei. Hans var freistað á allan hátt en hann féll ekki inn í þessar freistingar og syngaði aldrei. Og þess vegna gat hann keypt okkur undan syndinni. Og Guð var mjög sáttur við hlutina og ánægður með hlutina og samþykkti þetta og hann gat keypt okkur. En ef þú skoðar líf Jesú Krist þegar hann var hér á jörðu, þá voru ýmsir menn og sérstaklega farisæarnir og svona þessir svokölluðu guðræknu menn sem að þóttust vera eitthvað samkvæmt gamla sáttmálanum. Þeir voru að segja Jesú að hann væri syndgari, að hann hafi syndgað. Sjáu þið, en Jesús lét ekki þeirra orð hafa áhrif á sig. Hann vissi jafnvel hvað þeir hugsuðu, en hann lét það ekki hafa áhrif á sig, heldur hélt áfram að lifa því lífi sem Guð kallaði hann út í. Vegna þess að Jesús gerði aldrei neitt nema það sem Faðurinn hafði sýnt honum. Jesús sagði aldrei neitt nema það sem að Faðurinn hafði sagt honum. Það sem hann hafði sýnt honum að gera, það gerði Jesús. Það sem að Faðurinn hafði sagt honum að segja, það sagði Jesús. Þess fyrir utan gerði hann ekki neitt. Þess vegna vissi hann í sínu hjarta að alveg sama hvað hver sagði, hann væri réttlátur. Hann hefði ekki gert neitt rangt. En mennirnir margir hverju skildu hann ekki og dæmdu hann út frá sínum eigin skilning eða út frá sínu eigin réttlæti. Og þess vegna sögður að hann væri syndgarar, eins og þegar hann til dæmis hreinsaði musterið, hendi yfir borðunum og annað þess og sagði það að menn væri að gera musteri Guðs að þjófa bíli. Þá heldur að hann hefði syndgað. Og eins þegar þau komu og sáu það að Jesús var þarna í svona partíi með tollheimtumönnum og svo kölluðum syngurum, eins og þessir farisæar þar sem þeir kölluðu syngarar. Og hér var Jesús mitt á meðal þeirra og svo þess vegna þess félagsskapar sem Jesús var með þá stundina, þá dæmdu þeir hann sem syngarar. Og það eru margir sem kannski hugsa að þú sért ekki akkúrat, þeir segja hugsanlega að þú sért syndgari og annað þess og þar. En ef þú veist í þinni hjarta að það er ekki svo, Jesús hefur keypt þig fyrir blóð sitt, þá láttu ekki fólk hafa áhrif á þig. Ekki láta fólk tala þig niður. Ekki láta fólk hafa þannig áhrif á þig að óvinnurinn geti nota þeirra orð og dregið þig niður í þunglindi eða neikvæðni eða eitthvað þvíumlíkt og haft áhrif á þína göngu með Jesú Kristi. Það er svo auðvelt að láta þau hafa áhrif á okkur en við eigum ekki að gera það. Guð segir að við eigum að taka sérhverja hugsun hversu hugsun er gegn Guðs orði, að við eigum að taka þá hugsun, hertaka þá hugsun til hlýðnis við Jesú Krist. Og ofta tíðan þegar einhver segir eitthvað okkur, þá kemur hugsun upp í hug okkar og sú hugsun er kannski neikvæð og út frá orði Guðs og við látum þessa hugsun brjóta okkur niður, en við eigum ekki að gera það. Við megum ekki að gera það. Það er strax að segja nei, þessi hugsun er ekki rétt, ég hertaka þessa hugsun til hlýðnis við Jesú Krist og bara standa í gegn henni, ýta henni í burtu og síðan að halda áfram göngunni með Jesú Kristi. Og það er það sem að Jesús gerði. Hann sagði, Biblían segir að við verðum að varðveita hjarta okkar framar öllu öðru til þess að við látum ekkert hafa áhrif á okkur. Þannig gerði Jesús það og þess vegna gat hann haldið áfram dag eftir dag. Annars ef hann hefði ekki gert það, þá hefði hann kannski fallið. Sem betur fyrir þá hafði hann vita á því að gera það ekki. En þú segir kannski þetta er allt öðruvísi, hann var sonur Guðs, en ég er það ekki. En sjáðu til, jú, hann var sonur Guðs, en Guðs segir að þó svo hann hafi verið líkur Guði, þá lagði hann allan guðdóminn til hliðar og var hér á jörðu eins og maður, eins og þú, eins og ég, ekkert fram yfir okkur, nema það kannski að hann hlýddi heilugum anda, hann leitaði eftir
handleiðslu og hjálp frá heilugum anda öllum stundum og þann möguleika eigum við líka. Þegar Guðs orð segir, þegar Jesús sagði þegar hann fór aftur til föðursins, ég mun ekki skilja eftir ykkur hér eina eða munaðarlausa, heldur mun ég senda heilagan anda til þess að hann geti verið með þér, í þér og starfaði gegnum þig og hjálpa þér að geta gert alla þá hluti sem að Jesús sjálfur gerði. Og jafnvel meiri hluti, sagði hann, eins og það nú kannski svona skrítið að hugsa sér að við getum gert meiri hluti heldur en Jesús Kristurinn. Hann sagði þetta engu að síður og mér langar til þess að trúa því sem hann segir. Og ég hveti þess vegna til þess að láta ekkert hafa neikvæð áhrif á þig og ég vil segja það enn á ný að þú ert rosalega mikils virði í augum Drottins hvað sem annar segir og láttu ekki þínar hugsanir hafa þig að brjóta þig niður og sem sagt að láta þig halda að þú sért einskis virði vegna þess að þú eigir kannski ekki mikið en þú ert geysilega mikils virði í augum Jesú Krist. Þú ert alls virði í augum Jesú Krist og hann dó fyrir þig. Ef þú hefur verið einn hér á jörðu þá hann dáið fyrir þig vegna þess að hann elskar þig svo mikið og Faðirinn þráir að eiga samfélag við þig og þess vegna keypti hann þig fyrir blóð Jesú Krist og ég læt það gott heita og þakka þér fyrir